Helgi Freyr, eigandastofnandi Primal, velkomin í 24/7. Takk fyrir. Það er ánægilegt að fá þig og ég ætla bara að hjóla beint í þetta. Botnaði þetta, Primal er? Meinarðu gymmið eða orðið? Já, bara komdu mér óvart. Sko, ég vil bara segja sögu strax, sko. Primal er bara nafn á skóm. Ok. Til að byrja með, sko. Við vorum að reyna átt okkur á nafni á líkamsræktarstöðina sem við vorum að stofna. Ég og tveir félagar mínir, Einar Karl og Þór Guðnason, fyrir nokkrum árum og fengum bara enga hugmynd, sko. En við vorum náttúrulega með þessa hugmynd, sko. Við vorum með movement þjálfun sem er eitthvað svona að blanda af fimleika styrtaræfingum, animal flow, liðleika og síðan vorum við með Wim Hof þjálfun, kuldaþjálfun, öndun og allt hannig og við bara gátum ekki fundið orð yfir þetta sem einhvern veginn sameinaði þetta tvennt, sko. Og svo einn daginn situm við niður í Faxafeni, sko, að smíða búningsklefa fyrir pleysið og þá vorum við að fá skósending, einhver svona barefoot skór, sko, og þeir hétu bara Primal. Og það kom það var bara Primal og síðan bara Primal, já, Primal Iceland, það er bara, þú veist, kom, svo að, þú veist, það þarf ekki að vera flókið, þú veist, en jú, auðvitað, Primal þýðir, þú veist, hvort svo kallar náttúrulegt eða frumlegt, þetta er eitthvað svona ekki frumhreyfing, en frum eitthvað, og það er svona dálítið þangað sem, þú veist, við leitum, þú veist, svo ég sletti bara strax, fyrst við erum byrjaðir. Já. Evolutionary perspective, þú veist, það er dálítið nálgun okkar, svo við erum að fara í þessa frumtíma og leita lausna þaðan í staðan fyrir endilega að leita lausna í nútímanum, þó sem við notum augljóslega nútíman mjög mikið líka, þá er það kannski meira að leita alltaf aftur á bak í hvaða aðstæðum þróaðist mannslíkaminn til þess að hreyfa sig og það kannski gefur okkur vísbendingar það hvernig við ættum þá að hreyfa okkur til þess að vera heilbrigð. Er svona háflega leiðin til þess að segja þú veist, en síðan er þetta náttúrulega bara, þú veist, hvað finnst okkur gaman að gera og hvað finnst öðru fólki gaman að gera, sko. Svo að kannski fín blanda af hvað orðið er og hvernig við túlkum það, sko. Já, en þið sækir mikið úr bara þróun og hvernig við vorum að fungera og beita okkur þar til þess að... Já, svona bæði já og, sko. Þú veist, við náttúrulega, þú veist, mikið af hreyfingum sem við gerum eins og, þú veist, þú hefur komið í einhvern tíma hjá okkur og þar sérðu það, þú veist, við erum að gera hreyfingar sem að myndu teljast kannski óeðlilegar á fullt á öðrum stöðum en við einhvern veginn kallum þetta dýrahreyfingar eða animal flow eða movement eða hvað við viljum kalla þetta, skilur við. En hugmyndin er náttúrulega alltaf bara að hreyfa okkur fjölbreytt af því að eins og ég segi, þú veist, mannslíkaminn þróaðist í fjölbreyttum aðstæðum og þá hljótu við að hreyfa hann fjölbreytt til þess að láta hann fungera sem best, sko. Það er svona alltaf pælingin, þú veist. Og bara svona eins klísukent og það þá er þetta alltaf bara svona use it or lose it, skilur. Ef þú notar ekki hreyfigetuna sem þú fæðist með og öðlast fyrstu ára lífstíðins, þá bara tapar henni. Svona bottom line kannski. Algjörlega. Byrja á bottom line. Byrja á bottom line, já. Já, og þú sérð bara hversu, svo við slettum áfram að hversu mikið mobility í börnum með. Nákvæmlega, það er bara, þú veist, við fæðumst með flest börn, alls ekki öll, það er alveg til undantekningar á því, en flest börn fæðast með bara fullkomin canvas, bara tómt blað þegar kemur að liðleika. Það er hægt að hreyfa þau í svo gott sem allar mögulegar áttir sem að beina bygging þeirra leyfir, og jú, síðan fyrstu áræðinar, þá bara fá þau að skoða heiminn, þau læra að skríða og rúlla sér og standa upp og hlaupa og hoppa og klifra á allan pakkan og öðlast á stjórn yfir þessu tóma blaði sem við fæðast með, sko. Hvað gerist síðan? Og það er bara, hvað gerist svo? Þú veist, og það er augljóst, það er skólagangan, það byrjar bara fyrr og fyrr, bara setja í stól meira hluta dagsins, sem er ekkert slæmt eitt og sér. Þú veist, það er ekki eins og ég sé að neita því að setja í stól hérna. Það að setja í stól er alveg partur á þróunarsögunni. Já, það að setja í stóli til það nýtt. En ég meina, mannkynið situr, þú veist, börn velja það að sitja í hnébeygju eða sitja reglulega og það er bara ekkert óðurlegt við að sitja. En það er kannski meira tíminn sem við verjum sitjandi. Hreyfingarleysið í staðan fyrir staðan endilega. Og síðan í raun og ofan á það er kannski ljótt að segja það en það er einhæf íþróttaiðkun. Þú veist, ef við hugsum hversu fjölbreyttur líkaminn getur hann verið og hversu fjölbreytt hann getur hreyft sig. Bara hugsaðum, ég myndi það er bara liðugast á hreyfanlegasta nútímadansar sem þú nokkuð mann séð og taktu síðan og berðu saman, þú veist, getur þessar manneskjur til þess að hreyfa sig sem er eðlilegt innan mannslíkamanns og berðu það saman við fótbolta. Þú veist, í fótbolta við færum fótinn aftur og fram til að sparka og til að hlaupa og síðan hoppuðu stundum. Og jú, við tökum alveg beigur og eitthvað svona þannig en það er rosalega mikið bara alltaf við erum
takmarkaða hreyfigetu miðað við hvað líkaminn á að geta hreyft sig út frá bara beinabyggingu og allt þannig, sko. Mér finnst líka áhugavert eins og með, þú veist, fótboltan, sko, að þú ert líka, það reynir líka rosa mikið á hugan. Þú veist, þú þarft að vera alveg, þú ert bara að vera á staðnum, annars bara, ert ekki að standa þig. Og líka, já. Og jögla mörgum boltum og svona, en síðan eins og að hlaupa eða lifta og svona, það krefst ekki eins mikla hurana færni. Og ég veltaði fyrir mér, sko, hvort að, þú veist, það sé ekki holdt fyrir okkur að vera í áreiti, skilur og þurfa að hugsa og pæla eins og það reynið áhugaverða, sko, eins og ég, þú veist, ég fæ mikið af fótboltakörkum til mín og fótbolta bara allt frá atvinnumönnum yfir í bara 10 ára gutta sem er með þrótti, skilur og vill vera liðuri eða performa betur í fótboltan. Gæinn vill náttúrulega ekki verða liðuri, hann hefur ekkert við það að gera að vera eitthvað massíft liður, en hann finnur það samt og oftast foreldrarnir kannski sem íta þessum krökkum til manns að það að halda aftur að þeim, maður geti ekki lift fætin og hátt eða eitthvað þannig, sko. Og það er náttúrulega, þú veist, eins og ég segi, það fer að aftur að þér og sem leiður oft til meiðsla og einhverju svona þannig, sko. Og hvað var það síðast þessu varst að segja þegar þú varst að klára með hugurana já, með hugurana, og það er einmitt þess að ég segi við þá, þú veist, ok, þú ert inn á vellinum, hvað er það mikilvægasta? Er það mikilvægast að þú getur lift fætinum 5 cm herra? Eða er það mikilvægast að þú getur lesið leikinn, sé hvað andstæðingurinn er, sé hvað félagarnir eru, hvert átt að senda. Það er, þú veist, það gagnast engum að komast í splitt inn á fótboltavelli. Nei. Það hjálpar að vera liður, það hjálpar að geta lift fætinum og allt það, sko, og vera að vinda upp sparkið og eitthvað svona þannig. Það lítur dálítið út eins og splitt, en það að geta farið í fallegt 5-leika splitt hefði aldrei gagnast þér á fótboltaferðinu. Nei, þetta sé bara eins og að gagnast engum að taka 100 kíló af beppar, sko. Nei, nákvæmlega. Þú veist, samt, þú veist, ef það dettur eitthvað ofan, þá gætir þú að lifta og gætir ítt ykkur með hófni eða eitthvað svo. Og það er það áhugaverða í raun sem mér finnst, að verður svo geggjað, sko, líkaminn leysir bara verkefnin eins og hann þarf. Bara ef þú getur ekki lift fætinum herra en meðminna þér, en það kemur samt bolti í naflahæð, þú nærð samt helvitis boltanum, sko. Þú beygir bara hnéð, þú bara hallar þér, þú kompensatar, þú bætir upp fyrir lélegu hreyfigetur einhvers staðar annars staðar með bara að hreyfa þig á einhverju nýjum stað, skilur. Já, nákvæmlega, og sem kemur kannski í, út af þessari miklu kyrsetu og ég meina hálsinn á fólki líka bara ég þarf aldrei að hreyfa höfuð á mér aftur og bak það er bara alltaf hér það er sjaldan upprétt sko. Hvað þá aftur og bak eða til hliðar svo það er bara í hérna kannski 30% af mögulegri hreyfingu svo heyrir, þú veist, þetta er svona movement potential hvað væri hægt að hreyfa þig ef það væri engin taugabúð sem væri að stoppa þig frá þig að hreyfa þig nákvæmlega. Og það er rosalega erfið spurningir, sko. Þú þarf náttúrulega að spyrja hvernig eru liðamótin gerð og allt þannig, en við vitum það. Vísindin hafa vitað það í mörg ár, sko. Og 20 ára, 100 ára, sko. Ég hef verið svo upptekinn að þig, ég held að sé bara það með eldist, að hafa verið meira upptekinn að stóðkjörnu og svona, skilurðu? Skiljanlega, þá fyrir maður að finna fyrir því. Já, kannski það líka. En þú veist, að vera með, þú veist, eins og, ég fatt ekki til að vera yngri að, þú veist, virkja rassinn, eða, þú veist, fara í ákveðna stöður og pæli þessum hlutum sem, þú veist, maður er svo upptekinn að í dag upp á framtíðina, sko. Ég veit það, að því þú fer að finna fyrir bara hvað, já, ok, ég var að lyfta einhverju, ég var að hlaupa og ég finn aldrei til í bakinu og síðan kannski eins og þú veist, þú pælir í hlutunum. Þú veit ekki bara eitthvað, mér er illt í bakinu, best að gera ekki neitt. Það er bara fullt af fólki sem er þar, bara auðvitað, það er bara eðlilegt. Jói frændi, honum er alltaf illt í bakinu, ég er skildur honum, akkur er mér ekki alltaf illt í bakinu, svo það er bara eðlilegt. Þú veist, þessi jóma klikkar, sko, en þú veist, en hérna, sem þýðir samt þá, þú fyrir að pæli, svo þá fyrir ok, ég er að hlaupa, mér er illt í bakinu, en byrju, það er bara engin virkni í kviðnum á mér, það er engin virkni í lærar, þú veist, það bara, þú fyrir að finna eitthvað svona pattern, þá fyrir að pæli og breytir og það mögulega lagast, mögulega ekki, skilur það áhugaverða er samt, sko, er að þú veist, þú þarft alltaf að gera þetta vísvitandi þú getur ekki bara hugsað það, þú veist, hugleitt og bara, já, ég ætla að spenna rassinn fyrir út að hlaupa og farið sem út að hlaupa og þú verður vísvitandi að segja líkamannum notaðu rassinn fyrir hleypur notaðu rassinn fyrir deadliftar og þetta er svona skemmtileg leið til þess að segja þetta og þú veist, bara ef í íslenskana mjög hratt, þú veist, líkaminn veit í raun ekki að þú sért með vöðva það, þú veist, hann kann að senda skilabúðin og allt þannig, en það er tiltölulega ósálrátt og hann veitir hún ekki á sérst með liðamót sem geta gert A, B, C og D sem þú veist, heitir hip flexion eða hvað sem það heitir allt hann bara leysir verkefni sem er bara að ná í vasklas að sparka í bolta, að færa fótinn fram fyrir sig og ef hann getur það ekki með rassinum
eða ef það er óhagstætt að gera það með rassinum, við getum orðað það þannig, hann getur valið að gera það ekki með rassinum og hann getur valið að gera það með rassinum og ef það kostar minni orku að gera það ekki með rassinum, það bara sleppur hann því. Hann er bara latur. Þannig að mikilvægt þetta mind-brain og það er málið, við getum annarkvort gert það þannig, bara ákveð, ég þarf að hafa perfect mind-body connection eða gæti ég þjálfa mig þannig að það verði auðveldar að nota rassinn. Því meina rassin er stærstu við líkamanns. Svo akkur er ekki líkamann að velja það sjálfkrafa að nota hann. Það er eitthvað ójafnvægi. Þá er líkaminn eitthvað að segja, ok, ef þú spennir rassinn, þá kemur svo svakaleg teig á lærið á þér að þú þarft að yfirkoma bara, 100 kíló af krafti. Og það er enginn að fara að gera það nema þú segir honum að gera. Og þetta er náttúrulega bara eitthvað, aftur, evolution í viðbragð byggt inn í líkamann. Ég meina, akkur vill líkaminn spara orku. Af því það er ljón að elda. Eða ljónið kemur eftir kvöldum, skilur. Það kemur eftir og þá þarf hann að eiga orkuna. Og þetta er það sem er áhugavert, að við hugsum alltaf, hunter-gatherer, eigum við að hreyfa okkur eins og þau, eins og ég var að segja í byrjun. Þau lágu bara og gerði ekki neitt meira hlutan deginum. Af því að þau hreyfðu sér svo rosalega mikið hinpartana deginum. Svo þau voru kannski bara á fótunum 6-8 tíma á dag, hlaupandi, veiðandi, klifrandi, tínandi, allan pakkan. Og svo bara engin hreyfing. Og allt sem þau gátu gert til þess að sleppa að eyða eða nota óþarfa orku, þá gera það ekki og þetta er náttúrulega byggt inn í okkur ennþá. Því taugakerfið okkar þróast í ekki einu sinni í þessum aðstæðum, skilur töluvert fyrir, sko. Ætli þá að, þetta gerir okkur svo krefjandi að þá fara í rektan því að við erum ekki að vinna út frá skorti, við erum ekki að vinna út frá að forast ljón, skilur við mig. 100%. Það bara, Þess vegna, hann nennir enginn rektina. Við erum ekki að berga lífun okkur fyrir að fara rektina, sko. En það er samt sem þú finnir, og þess vegna virkar svo oft, að búa til aðstæður, ég meina, ég myndi að fara í, jakaból í gamla dag, eitthvað svona, það sem var í alveg, brjáluð stemning. Akkur var brjálaða stemningin? Af því það héldu allir að vera ljón að elta sig. Og það var bara að vera að búa til þær aðstæður. Pældu líklegast ekki í því þannig, það var bara hávær tónlist, Metallica á blastinu, eða hvað sem það var, skilurðu. Og allir að öskra á einhver læti og svona. Það bara kveikti í responsinu til þess að búa til rétt adaptation, aðlugun, til þess að keyra rétt kerfin í gang, skilur, til þess að æfa betur, eða hvað sem það hét. Algjörlega. Mjög áhugavert. Hvaða bók hefur haft mest áhrif á þig og hvað lærðir af henni? Ertu eitthvað í bókum? Já. Ég lesi alltaf mikið, sko, og eins og segir, við tókum núna fullt af tími að tala hreyfingu og eitthvað og ég ætla bara að segja Hobbitinn, sko. Það er bara, ég er bara nörd, ég er þess að tæknilega sem með Hobbit að tattu á handleggnum. Það er búið að fela undir öðru tattu, en ég er alveg bara, ég lesi Hobbitann, byrjar að lesa fyrir börnin mín þegar þau eru 4 ára, sko, og er alveg, en það er ekki að því mér finnst hún eitthvað svo góð, hún er æðisleg, sko, hún er bara frábær bók, en það var aðalega bara því hún kynnti mig fyrir öðrum heimi. Það var bara svo geggjað, geta kúpla sig úr í fyrsta leið, bara farið yfir einhver heimur sem heitir eitthvað allt annað og síðan er bara fullt af, hvað maður að segja, alltaf, Hobbitinn er barnabók tæknilega séð, svo að svona, leksjurnar úr því eru kannski full einfaldar, það er bara litli kallinn getur bjargað deginum, margurinn knár þótt hans er smár og eitthvað svona, litli Hobbitinn gat bjargað deginum, sko, en það kynnti mig líka og það er kannski svona, hvað ég lærði af henni og sem bók, sem tegund af bók er að það er hægt að lesa svo mikið af bókum að það er svo mikið self-help bækur og læra eitthvað í bókum en þannig er þetta bara að lesa einhvern hvað er það? Bara hobbiti og dverga sem er að fara að berjast við dreka en þú læri bara fullt af bara á lífið bara því Tolkien var engin vitlýsingur skilur og þetta hjálpa mér síðan fór ég að lesa fleiri bækur það er gæði sem heitir Terry Pratchett Discworld bækurnar það er bara svipa, það er bara svona grínum fantasíu bækur það er bara fullt þar sem þú lærir lífið algjörlega bara, og ég er svona aðeins verið að stríða fólki með þess að því fólk er svo Instagramið, fólk er svo hart hérna kvót og það verður að vera frá Einstein af því það hugsa allir að Einstein sé gáðast maður í heim hann var með svo stóran heila að vísindamenn vildu geima hann eftir hann dó skilur eitthvað svona þannig pælingar en þú lærir alveg líka frá bara gæjanum sem er að skrifa einhverja fantasíubók og vil setja einhverja leksjur þar inn, skilur algjörlega og ég grínast með á Instagram því að fólk er alltaf að setja svona kvót posta inn, ég fór bara að setja inn kvót úr bara
fantasíubókum. Já. Bara hérna 300.000 ára dreki að tala hvernig þú átt að haga þér þegar þú átt að tala á hana fólk. Og það heilmikið viskið. Og það bara fullt af viskið, mjög háfleygt þegar þú lest það og ég geti aldrei komið með þessa tilvitnina því þetta bara eitthvað 7 línur að segja eitthvað mjög háfleygt og eitthvað þannig, sko. En bara fullt af bara merkilegum leksíum sem maður lærir úr, ég ætla ekki að segja óhefðbundum bókmenntum, það eru milljónir, ef ekki milljarðir manna sem hafa lesið þessa bækur, sko, sérstaklega eins og Tolkien og hvað þá Harry Potter og allt það, sko. En líka bara, þú veist, minna þekktir höfundar og allt þannig, sko. Það er mjög áhugavert, sko. Ég heyri svona áhugaverð pælingu með, sko, Hobbitan sjálfur þegar hann, sko, breytti sér í raunni í myndunum alltaf, ég vil náttúrulega ekki þessu bókinu, breytti sér í þjóf. Var það að geta komist, sko, og náð hérna aftur reikanum? Að það hefur rauninni ást að þekkja sko skuggaliðinu, svona dimmuliðinu og geta nýtt sér færi. Nákvæmlega, og það er bara fullt, og þú veist, ég meina, þú getur ándjóks, þú getur skráðið í mastersnám í Tolkien fræðum í nokkrum háskólum heiminn. Svo bara, þú veist, það er, ok, og það, þú veist, þetta er líklegast einn að fáum nútíma, svona semi-bókabálkum sem þú getur gert það í skilur, en það er samt, þú veist, þetta er svo rosalega djúpt. Já, vá. Og þú veist, já, svo þetta er svona, þetta er... Mér finnst mjög góð, því ég heyrði þessu líka, sko, að bara takk bækur, bíómyndir, þættir fyrir að gera mig kleift að fara eitthvað þegar ég get ekki farið neitt. Nákvæmlega. Og einmitt bara fólk alltaf tala að kúpla sig út. Ertu ekki kúpla út með það? Það er nákvæmlega það. Þetta er, þú veist, og það er talað þetta svona escapism, þú veist, og það er talað fantasíubókmyndir og hvort það eru bíómyndir eða hljóðbækur eða whatever, sko, að maður sé einmitt að kúpla sig aðeins frá raunveruleikanum, sko. Stundum með það bara geggjað. Nýtt perspektíf og eitthvað svona þannig, sko. Sammála því. Já. En ef ég á að gefa eitthvað svona alvöru svar, sko, þá eru 2 bækur sem hafa haft mjög mikil áhrif á mig undanfarið, sko. Og það er sem sagt fyrri er sem sagt Range eftir David Epstein. Já, ég er búin að lesa það líka. Og sem er aftur, mér finnst að því að mér tengist þenni fantasy, sko, er einmitt að þú getur lært eiginlega hvað sem er frá hverju sem er, sko. Já. Það er bara, þú veist, bara því meira og fjölbreyttari hluti sem þú lærir, því meira lærir, sko. Það, þú veist, það er. Og síðan hérna síðasta sem ég las var hérna í þeim gera sem er ekki bara einhverja fantasíubækur, eru hérna Story of the Human Body eftir Daniel Lieberman sem er hérna, það er hérna Barefoot Professor gæinn í Born to Run, ef þú vil lesa hana sem er eitthvað svona, hann mikið talar hana í hérna Born to Run alltaf eitthvað, já, síðan kom Daniel Lieberman og hljópa þetta marathon á tánum og eitthvað svona, já og hann er þetta sem ég nefndi í byrjun, þetta evolutionary perspective, bara þú veist hvernig við að hreyfa okkur, það er ekkert rétt svar af því að manneskjan þróaðist í 1000 mismunandi aðstæðum til þess að leysa 1000 mismunandi verkefni og ég segi 1000 og þau voru líklegast 100.000, sko. Og það er svo mjög áhugavert að heyra, hann fer aldrei svona í gegnum þróunarsöguna frá þá sjónarhorni, ekki endilega hreyfingar en bara í raun alls, bara allt frá því hvernig, þú veist, þú myndir hafa mjög gaman að til með sálfræðipartinum í því, myndi ég halda, sko. Hefur lesið Sapiens? Já, ég lesi hana. Þetta er í raun deep dive á Sapiens. Svo Sapiens er, hvað hann er, sagnfræðingur? Já. Þetta er sko evolutionary biologist í Harvard að skrifa bara Sapiens. Sem er geggjað. Því mér fannst svo áhugavert, sko, mástu fyrirparturinn Sapiens. Mér fannst hún miklu áhugaverð setjumparturinn. Já, síðan fór hann í eitthvað svona doom and gloom að heimurinn er að farast, sko. Já, en mér fannst áhugavert allt með þetta, þarna fer hann og já. Hvað heitir þessu bók, sér? Story of the Human Body eftir Daniel Lieberman. Ég er ekki frá því nema þessi en langar lista af bókum sem ég langar til að lesa. Hún er alveg bara, aðal líka bara þetta er bara svona perspektív shiftið, skilur. Bara, þú veist, og að því séðan ég líka, þú veist, að því þetta er alveg kafað yfir í, sko, þú veist, paleo-dietið, að það hafa einhver allir frumenn borðuðu svona, sem er alltaf bara þvæla. Það var alveg sumir sem gerðu það og sumir bara nærðust, en bara í sumum löndum var það ekki hægt. Og í öðrum löndum gast ekki borða neitt nema sel. og þú veist, í öðrum löndum borðar ekkert nema bönir og þú veist, og það er líka svo mjög svo gott perspektíf í eins og þeirri bók og í Sapiens og allt þannig, bara við þróðumst á svo rosalega fjölbreyttan hátt en einhvern veginn enduðum flest á svona rosalega svipuðum stað af því við erum náttúrulega homo sapiens í grunninn, sko, en síðan einhvern veginn svona splittast þetta en erum öll að sama í grunninn, sko. Mjög skemmtileg pæling. Já, maður á það til að hugsa bara svona fáar aðstæðum að hugsa þróun. Nákvæmlega, allir í helli. Allir í Afríku. Hleypa frá ljónum, en þú veist, það var alls konar aðra aðstæður. Nákvæmlega, þú veist, svo að það sem gefur manni svona líka dálítið frelsi. Já. Bæði með hreyfingu, mataræði, hvernig þú hugsar, þú veist, bara svefnvenjur. Bara, þú veist, já,
bara allan pakkan, sko. En hérna, mér fannst Reigns helviti svona, mér fannst hún góð bók, ágætisbók. Mér fannst hún samt, hún náði mér ekki bara svona 100% skýr, sko, en mér finnst það svo áhugavert með það. Við heyrum bara sögunar af Tiger Woods og þú veist, öllum þessum einslingum sem bara lögðu á sig bara í þessu og urðu bara algjörðu sérfræðingar, en síðan algengra leiðin að gera eins og... Ég held að fyrir flest fólk bara nóg að lesa prólog introði, sko. Þannig að Tiger Woods versus Roger Federer. Federer var að syngja, var í dans og... Þá ertu komin, sko. Þú ert komin í raun með hugmynd bókarinnar, sko. Og það var í raun svona einmitt, þú veist, að þetta var bara stanslaust magnað dæmisjó. Bara, hérna var einhver tónlistarskóli í Flórens og skák og eitthvað bara svona, og þú veist, sem alveg áhugavert að heyra en þeir eru búin að heyra 10 sögur að það hjálpi fólki að læra margar hluti í staðin fyrir einn hlut. Mér finnst það svo algengt í bókum. Og það var svona engin endir heldur á hann, sko. Svo að... Hefur heyrt Pareto principle? Nei. Það í rauninni að 20% innihaldi 80% af niðurstöðum sem þú þarft. Já. Basically bara eins og bók. 20% innihaldinu bara hann í fyrstu síðunum. Og sem gefur 80% skilning og það reysa alltaf bókina að færi 20% ekki skilning, en það kostaði miklu meira. Eins og fötun okkar og notum okkur 20% fötunum í fatakráfnum og þú veist, þessi regla allstaðar. Já, einmitt. En hún mjög... Já, mér fyrir hreyfingu, það tiltölulega auðvelt að verða svona 80% góður í flestri hreyfingu. En ef þú ætlar að vera restin, það bara, sorry, það restin af ævinniðinni, alls veist hvernig það sko. Já, ég fór á jiu-jitsu námskeiðum daginn og var að prófa og hugsaði bara, ok, þetta alveg skemmtilegt og svona, en og kannski ég til að prófa þetta, en djöfull minni þú ræða með ef ég ætla að geta eitthvað í þessu. Það bara... Þegar maður kann einhver tök eða eitthvað svona, en það algjörlega. Hvað helst einu sinni að vera satt sem úr öðru máli í dag? Eitthvað sem þú þurft aflæra? 100%. Ég held einu sem maður þyrfti ekki að hreyfa sig. bara þú veist, eins og ég segi, þú veist, ég var í fótbolta, ég meiðist og allt eitthvað og síðan fer ég bara að læra eldisfræði. Og ég bara fastur í eldisfræði og ég bara, þú veist, spila tölvuleiki, læra eldisfræði, einu sem ég geri. Bara í mörg ár, sko. Og þá var ég bara þeirri skoðun að bara, það væri ekkert partur að því að líða vel í líkamanum að hreyfa sig. Nei. Já. Og ég hef alveg heldur betur skiptum skoðun þegar að kemur að því. En þú veist, já, það er bara svona, já. Það er að fyrsta sem kemur upp í hugan af því að það var svo rosalega uppeyja, sko. En síðan fullt af öðru og það er bara svona, þú veist, má skiptum skoðun. Það er kannski meira, þú veist, að ég man sérstaklega eftir á þessum tímum, þú veist, það þurfa allir að velja sér það sem ætla að læra restina af ævinni, skráður í það háskólanám og svo klárar það bara. Shit, og það hefur kannski hjálpað þér að klára doktorsgráðu? Bara 100%, það bara þú ert byrjaður. Þó sem þetta eru heldur leðilegt en þú ert ekki að klára þetta og ég var basically komið annan fótinn í að stoppa með Primal og hef með hinn fótinn út í Portugal að klára doktorsnám í eðlisfræði, sko. Hvernig var það? Doktorsnámið? Það var ógeðslega gaman. Ég bara, þú veist, ég talandi acai eins og vorum aðeins, þú veist, ég klifraði acai-tré og það var að því ég var á eðlisfræðaráðstöfnu í Brasilíu. Að því, þú veist, ég fekk að ferðast allan heiminn á einhverjar ráðstefnur og flytja fyrirlestra í Columbia háskóla svarthol og allan pakkan, sko. Var þetta svarthol? Ok. Og svo bara hægri beygja, bara, þú veist, 720 gráðu beygja og síðan bara út í raskat. En gætir þú komið með lyfturæðu hvað svarthol er? Svarthol er bara svæði í tímarúminu og tímarúmið er svæði í tíma og rúmi sem ekkert sleppur frá. Já. En síðan tókstu svakalega uppu, færði í Primal og bara búin að vera það síðan. Og þá færðu heldur betur og þetta hreyfa þig bara heldur... Já, bara allan daginn og bara, þú veist, það er bara... Þannig að hreyfinga er mikilvæg. Já, bara 100%. En það er margir sem hreyfa sér bara ekki neitt. Bara 100%, bara fullt af fólki sem bara... Og hvort þegar, af því að hefur sömu skoðun og ég hafði eða bara getur það möguleik, ég hef fullt af fólki sem bara á erfitt með að byrja í hreyfingu, sko. Já, það er erfitt að breyta hegðun. Já, nákvæmlega. Það er bara mjög erfitt. Það er mögulega bara eins og við sögum á hann, kannski bara daldið á móti okkar svona þróun, af því við viljum daldið, þú veist, vera bara að spara og ef þú ert komin í aðstæður þar sem þú ert bara með ískáp fullan af mat með fullt af orku og öllu, þú veist, akkur í ósköpunum ætti líka með henn að vilja fara út. Bara alltaf að tala um þetta, þú veist, sérstaklega vera að tala um eitthvað svona keto og low carb og eitthvað, bara við fengum aldrei ávexti eða eitthvað og ef við fengum þá var það bara guffað í sig, skilur. Svo ok, hvað aðstæður ertu þau heima í það, skilur? Já, bara getur alltaf guffað í. Þú veist, svo allan á það, þú veist, það aspekt bara í raun skilur maður, það vilji ekki, sko, en síðan á móti kemur að leiða maður byrjar að hreyfa sig,
þá það rosalega gott, sko, ef maður finnur hreyfingu það sem maður getur stundar til þess að fá það sem maður kallar runners high eða hvað sem maður vil kalla það, skilurðu. Kalla runners high með hlaupurum og eitthvað annað í einhverjum öðrum íþróttum líklega, sko. Að þá oftast vill fólk ekki hætta, sko. Nei. Sem verður stundum öfugt vandamála þegar eru svo mikið, sko. Já, ég það svolítið, ég bara væri með að stoppa mig af, sko. Guilty, sko. En ég var einn pælegur í þessu, ég sko, að því að við erum kannski víruð fyrir að vilja þægindi, skilurðu, við erum slaka á eins og við erum samræðinu og svona. Og þess svona förum ekki þannig að við breytum okkur ekki, við förum ekki og skorum okkur hólm og svona. En samt þurfum við það, af því það gerur okkur líka mannleg. Nákvæmlega. Og við þurfum að vaksa. Og heilbrigð. Þú getur leyst fleiri hreyfiverkefni eins og ég nefndi áðan ef þú hreyfir þig reglulega. Bara líkaminn aðlaga sig að því álaga sem þú setur á hann. Og ef þú setur aldrei neitt álag á hann, þá aðlaga sig hann að engu álagi. Nei. Og ég held líka mótsögn í því. En ekki veist, af hverju fer fólk að færa þetta runners high? Af hverju fer fólk og borðar sterkan mat eða, þú veist, af hverju er fólk að fara ísböð eða kulda? Það allt saman óþægilegt. En leið gerir þetta lífi samt bara aðeins innhaldsríkara að gefa manni meira. Og það, þú veist, það þarf einu sinni ekki, bara ef þú fer í Nauthólsvík, talaðu fólki í pottinum, allir eitthvað svona, þetta það sem heldur mér gangandi gegnum daginn. Það bara, og ég sem sagt, þú veist, ég byrjaði að synda í sjónum sko 2008 eða 2009, að því mamma mín dróf mig í það með sér, sko, þegar ég var ennþá bara í eðlisfræði eitthvað að læra og var ekkert að hreyfa mig, hún vildi endilega láta mig prófa einhverja hreyfingu og eitt að það var sjósund, sko, og ég sérstaklega svona í árdaga á sjósund, þá var rosalega mikið að fólk var í raun að nota þessi lausn ekkert endilega á líkamlegum vandamálum, líka bara andlegt, að þetta bara með betri hugleiðslum sem þú færð. Þú hugsaður ekkert hvað þú ert að fara að gera í kvöld eða varst að gera í gær á meðan þú ert bara eitthvað að synda hvort það út í Viði eða í Nauthólsvíkinni eða þú veist hvað sem sko. Nei. Það bara, sorry, núna verður þú að hugsa það sem þú ert að gera. Já. Þrýstið bara í núið. Já, basically, sko. Þetta náttúru element og ert í sjónum, sko. Þetta bara eitthvað... Já, ég meina það, þú veist, það eru rannsóknir sem hafa sýnt fram á það, þú veist, að þú framleiðir sko gleðihormón í líkamanum með að horfa á myndir af náttúrunni. Já, ok, wow. Það þarf ekki meira, sko, þú veist, auðvitað er gott að fá meira, en þú veist, það eru til rannsóknir sem hafa sýnt fram á það, þú veist, það er alltaf eitthvað magnaðinn sem gerist bara við það að sjá náttúruna, hvað þá að vera þar og fá, þú veist, verða veður bara inn og allt það, sko, og þetta er bara, ég veit fólk sem hefur, sko, þú veist, erfitt með svefn, eða fyrir ekki í Nauthólsvíkina. Wow. Þú veist, þetta verður svona einhver gleði sælu tilfinning eftir á, sko, og það bara annars á erfitt með að sofna á kvöldin, sko, sem verður svona aldrei skilirð hegðun, býstu við, sko. Já, ég las ekki til maður rannsókn, það var hérna fólk sem er meir en minnir 150 mínútur í einhvers konar náttúruumhverfi á hérna viku. Að það líði margt betur heldur en aðrir, sko. Sem er alveg klikku tala ef þú hugsar, það eru 20 mínútur. 20 mínútur, sko. Sem er skilur, þessi ímyndum með fólk bara eins í stórborgum til heimi, skilur. Já, þú veist, ég meina bara, ef maður fyrir New York, þú ert ekki að fara hann inn á náttúru. Nei, bara hann að Hyde Park Central Park, já, það er samt svona til svo sérð, þú veist, allar byggingar. Já, ég bara finnur strax, þú finnur ekkert bara frískar loftíðin á Íslandi, sko, en Íslandi getur bara farið í 5 minútur og komið náttúru, sko. Það er alltaf geggjað. Sjósundið, ég er að sko, mér finnst það alveg yndislegt. Það er bara æðislegt, sko. Ég á mjög erfitt með köld böð, nefnilega, sko. Sem er mjög fyndið, því ég er með kaldan pott á pallinum og við erum með kaldan pott í Primal og allt, sko. En ég fíla ekki að þurfa að vera kjur. Og meira sem samt stundu fer ég í Nauthólsvík og ég sit bara í sjónum, en það er allan á sjórinn sem er á hreyfingu, skilur. Og einhvern veginn svona bara, þú veist, svo það er eitthvað við að vera úti og fá einhvern veginn elementin á mann, sko. Alltaf saman tilfinning þegar maður labbaði fram hjá veggnum í Nauthólsvík með vindurinn og maður fattur botinn hættu ekki fyrir kaldum þannig sem fer maður og bara og maður sér þetta okkur einasta sem labba fram hjá minn út í sjó, sko. Ég myndist tilfinningi verri þar heldur nóni í raun, sko. Það er að labba á þarna grindin Sæse maður. Hvaða nýja trú, venja eða hegðun hefur bætt lífið hvað mest undanfarin ár? Hreyfa mig meira augljóslega út frá fyrra svari en það er kannski augljóst, sko. En ég hef svo sem alltaf verið en ég hef svona verið að ítrekka bara svona meira við sjálfan mig að bara, þú veist, standa bak við það sem ég trúi á, eiginlega. Þú veist, ef ég hef einhverja skoðun þá er hún bara valið þó svo sumir svo ósammála. Sem svona eiginlega þurfti að venja mig á, sko. Það er svo auðvelt að bara
já, það einhver ósammála þessu, best að breyta þá bara skoðunin svo að sú manneska verði ekki reið. Þannig að maður breytir skoðun til að gera henni til geðs bara. Þú veist, ekki einu sem til geðs, bara svo maður lendi ekki í klassinu, sko. Þú veist, og þetta sko, ég veit ekki hvort þetta kemur úr eðlisfræðinu, sko, og þú veist, úr akademíunni í raun, sko, að því þá ert alltaf með yfirmann sem í raun á þig, sko. Þú veist, það fer eftir hvernig sambandið en það samt, þú veist, þú ætlar að rannsaka þetta. Og auðvitað eru sumir sem íta undir sjálfstæðu og allt þannig en aðrir gera það ekki. Það gera góðir leiðbeinendur. Það gera góðir leiðbeinendur, en það ekki allir góðir leiðbeinendur, alveg svo að þú veist, það bara til fólk sem fólk og allir pakkin, sko. Yfir í síðan bara þetta líka alveg í, þú veist, health and fitness geiranum, skilur það bara til fullt af fólki sem á sína aðferð og ef þú ætlar að nota hana, þá ertu bundin við þau, skilur og það er allt trademarked og registered og eitthvað svona þannig, sko. Svo að þú veist, þetta svona að geta bara staðið bak við sínar eigin skoðanir, sko. Það er svona, kannski hugræna venjan sem ég þurfti að venja mig á því maður var svo búin að alast upp í eins og ég segi akademíu í raun, sko. Úlingsár, early 20s, allt bara akademía, þú ert alltaf með hennan mentor, supervisor sem bara bókstaflega segir þér hvernig þú átt að hugsa, sko. Og það var rosalega svona, það deila bara að taka ákvörðunina að ætla að taka beina, sko. Eitthvað meira praktist er bara að vera minna í skóm vera meira í skóm sem ef við förum í praktiska mér langar að stoppa henni punktunum að þetta er áhugavert, sko, að því að það er einn persónuleika þáttur í okkur sem kallast samvinnu þýði. Það þýðir að þú veist, við erum bara generally viljum vera næs við hvort annað. Hvaða stafur er það í Myers-Briggs testinu? Það er góð spurning. Það er einhver þetta er eitt af Big Five persónuleika og þeim manneskjum sem skora hátt að samvinnu þýði, þeir líkar alls ekki vel þegar einhver getur verið ósammála en maður sagði eitthvað sem þau getur ekki verið sammála af og ég velti því fyrir mér að mér finnst ég vera stundum með vottaði sem eiginlega með ákveðnum aðstæðum. Mér finnst óþægilegt ef ég gerði eitthvað, sagði eitthvað sem var þessu verkum að einsleikum líkur ekki vel við mig eða eitthvað svoleiðis. Ég á tilhneigingu til þess að finna stundum óþægilegt, sko. Pleaser. Já, sem getur gott upp á vissu leyti, en ekki eins og þegar maður vill bara trúa okkur og standa með sínum sannleika og þóra að segja hann og svo framvegis sem maður þarf líka að æfa sig í, sko. Já, mjög áhugavert. Hvaða ráð hefur þú fengið sem er það magnað að þú vil deila þeim með okkur eða það ömurlegt að þú þurfur að vara okkur í? Það er eiginlega, sko, bara sama ráðið nema í, þú veist, það jákvæða að ég vilja deila þeim með ykkur og síðan vara við. Þú veist, fyrir einhverjum árum þegar ég var að, þú veist, pæla í öllum þessu hreyfingadót og allt hannig, sko, þá rosalega mikið talað að maður er að hreyfa sig rétt. Maður er varaður við því að ef þú ætlar að læra deadlifta þá verður það að vera rétt, annars slasar þig. Ef þú ætlar að læra hnébeygju, ef þú ætlar að teygja því banana á gólfinu, þá verður það að beygja þig rétt svo að líkaminn brotningi við það að taka banana upp af gólfinu. Og eitthvað svona þannig sem er bara svona, og þú veist, ég allan þú veist, kannast við þetta bara úr boltanum, maður byrjar að finna allir í náranum 13 ára og þá var allt í hennu bannað að, sko, þú veist, nota mjöðmina til þess að ná eitthvað á gólfinu, alltaf nota hnén. Og eitthvað svona, þú veist, og bara, þú veist, og heyrði þetta frá bara sumu fólki og öðru ekki og þannig, sko, sem að einhvern veginn er komið í þetta svona, þú veist, að þessu til eitthvað hreyfingar sem við eigum ekki að gera og hreyfingar sem við eigum síðan að gera, sem eru, þú veist, réttar, sem eru vel framkvæmdar, sem er þá slæmu ráðin sem ég myndi segja, sko, yfir í þá að, þú veist, það sem ég vil deila með ykkur er í raun að það er ekki til neitt sem heitir rétt hreyfing. Það er bara til hreyfing sem þú ræður við eða ræður ekki við. Já. Eitthvað sem ég ræð við, sem er bara mjög góð hreyfing fyrir mig, bætir styrk og liðleika, er ekkert endilega góð æfing fyrir þig í dag. En ef að við myndum velja viðeigandi æfingar til þess að gera þig nú sterkan og liðugan og hreyfanlegan til þess að ráða við æfinguna, þá er hann alltaf í orðin góð. Svo hvort var það æfingin eða þú sem var standamálið. Svo þetta er svona, þú veist, já, svo þetta er svona orðið smá svona heimspeki, þú veist, eða spekinn bak við þetta er orðin sem það er ekki til neinn góð líkamsstað sem málu deilum, sko. Já, en það er bara lengi sem hvernig þér líður. Já, svo lengi sem líður vel íni. Og svarið verður þá í raun að allar líkamsstöður eru slæmar eða þú ert of lengi í þeim. En hvað myndum við hugsa bara langtíma, að því þú veist, ég get verið í einhverju hreyfingu að líkamsstöðu og líði vel inni núna, eftir 5 ár veit ég að
sennilega með því í áframhaldi þá kannski verður hún slæm eða verri, eða betri já. Og svo í raun þá þetta verður og þetta er svo þú ert í doktorsnámi svo þú veist hvernig vísindamenn hugsa akademían rannsóknirnar segja nefnilega svo leiðilega hlutum þetta svo til dæmis eitt af þessum rannsóknir segja svona hluti er sko að besta leiðin til þess að laga líkamsstöðu er að minna þig á hana sem er ástæðan fyrir að maður alltaf sjá einhver svona auglýsingar fyrir einhver svona víbringsgæjum sem maður á að hengja á sig og þegar þeir finna að þú ert farin að slátsa þá víbrar hann og þá þú rétt úr þér en þá þarf maður að spyrja, hvert var markmiðið með rannsókninni? Já, það var að bæta líkamsstöðuna, ekki verkjaleysi eða vellíðan, þá var bara að bæta mælanlegu uppréttu líkamsstöðuna og auðvitað er hún betri og þú ert myndur á það á 5 mínútna fresti. Já. Svo við sjáum að tilraunin var í raun göllu. Já. Vá, þetta er áhugavert. Ég er bara pælið út aðeins frá sko sálfræðin sem maður heyrt allt sem gerist er nútral, skilur mig, en síðan getur þú brugðust við því á einhverju móta, skilur mig, ég er að veltaði fyrir mig hvort að, þú veist, nú er ég bara aðeins að fabulera, sko, en það er bara svona, þessi tengst þarna á milli, sko. Ef það er engin rétt hreyfing, að þá lengi sem bara þér líður ekki þannig. Já. Að því ef þú hugsaðar það, þú veist, bara ímyndaðir að labba inn í líkamsræktarstöð og horfa á fólk hreyfa sig og þú getur líklega sagt að þú getur framkvæmt, þú veist, með nógu mikið læfingu þá getur þú framkvæmt flesta hlutunum sem eru að framkvæmða inni þú veist, pluss mínus einhver kíló, skilur það er einhver að lyfta á þungri hnébeygju en þú getur alveg gert en hnébeygju síðan bara snúið við, förum inn í bara Borgarleikhúsið og tjekkum á æfingu á Íslenska dansflokknum hugsaðu það sama þegar þú sér þau reyða sig En hugsaðu samt bara eitthvað að það sé meira hlut og svo þau eru að hreyfa sig eitthvað sem að, þú veist, maður myndi hugsa sem væri, þú veist, ég ætla ekki að segja lélegu líkamsstað, en þau hreyfa sig í stöður sem að flest fólk, þú veist, þau nota hrygginn á sér í allar mögulegar áttir. Þau snúpa mjaðmyrnar á sér og axlirnar á sér og allan pakkan, en myndirðu draga það ályktun að þeim líði verri líkamanum heldur en fólkin í world class sem hreyfi sig svona innan eðlilegs ramma. Nei. Alls ekki, sko. Ég myndi heldur ekki segja verið í hináttina svo ég ætla að clarify það alveg sorry krakkar en ég hef þjálfað í Íslenska dansflokknum og þau meiðast alveg líka og það er dálítið rauður þráður það meiðast allir ég hef aldrei hitt íþróttamannesku sem hefur verið í íþrótta sem að enginn meiddist nokkurn tíman svo við sjáum þú veist að það er bæði það að íþróttir getur meitt okkur en það að hreyfa okkur ekki neitt getur líka meitt okkur svo það hlýtur að vera eitthvað svona underlægingarna sem að útskýrir þetta getur útskýrt báðar hliðarnar og það er bara ef þú setur of mikið álag á líkamann þinn, ekki minn af því okkar líkamann ráða við mismundi álag þá kvartar hann og ef þú gerir það of lengi þá fer það að vera illt og þetta er augljóslega ekki að taka sálfræðin inn í að því síðan erum við með sársauka frá sálfræðihliðinni sem er miklu flóknara og þú getur verið með verki sem að tengjast engum líkamlegum kvillum en ef við hugsaum bara hreyfilega séð þá verður þetta í raun bara það einfalt bara líkaminn, hann framkvæmir hreyfingar sem hann getur gert og ef hann reynir að framkvæma hreyfingu sem hann getur ekki gert þá annarkvort meiðir hann sig eða reynir að aðlaga sinn líkama að hreyfingunni svo að fólk sem er að reyna að standa á höndum en getur ekki sett hendurnar upp fyrir höfuð og fettir það bara bakið sama með deadlift þú ert að klára deadliftið en þú getur hreinlega ekki rétt úr mjöðmina því það er mikið að lóðum á stönginni eða eitthvað og fettir þú bara bakið svo við séum að hryggurinn er dálítið svona back-upið okkar hann getur hreyft svo rosalega mikið af vegu og ef að hin liðamótin get ekki framkvæmt það svo að gera hvort sem að það sé bara að teygja sig í vasklas eða standa á höndum eða sparki bolta bara líka minn leysi það bara af því að hann veit ekki hvað liðamót er hann veit bara hann sé að reyna að setja höndina í eitthvað hann er að reyna að lyfta fætinum hann skilur það, hann er að teygja sig í eitthvað þetta er svona goal-oriented task oriented eins og það kalla En ég er alltaf fyrir mér segjum einhverju að detta núna og hann er bara með baki í henglum fyrir hann þetta er þá það ekki hægt að segja að það sé ekki rétt hreyfing nema við vitum hvernig honum líður þetta er fullt af fólki veist, og þetta er svo óþægilegt í raun það verður svo því, og ég skil 100% að fólk hugsi bara maður verður þetta rétt að því þá líður allir betur í bakinu að því út með neutral spine og eitthvað svona þannig en síðan getur þú bara að fara á Instagram og skoða bara deadlift hashtagið og það er bara fólk bara eiginlega sama veist, þetta er svo mikið af fólk í heiminum svo ég veit að ég get sagt þetta að bara sama hver er að hlusta á podcastið
getur farið á Instagram, skrólað ekki dellið hashtagið og það er manneskjar sem að lyfta þyngra en þú. Bara, þú veist, basically, það bara nema að sterkasti maður í heimi sé að hlusta akkurat núna. Júlían, þú veist eitthvað, þú veist, það gæti alveg verið. En, og bara, þú veist, við gætum mætt með gráðubóð og tjekka bara, hryggurinn alveg neutral? 100% ekki. Það er bara engin séns á því, sko. Og bara tökum 2 lyftur hjá þessum sterkasta mann í heimi eða einhvern sem lítur út fyrir með fullkomi form og bara gerum í alveg mælinguna. Bara mælum hvað beygðist hnéð á honum mikið, mælum hvað öklinn á honum beygðist mikið og mjöðminn og allir hryggjarliðirnir. Látum að lyfta 10 sinnum í röð, engin lyfta er eins. Hefur heyrt þessar rannsóknir? Nei. Tilbúin. Þetta er, hvað er hérna? Hann hét Bernstein, held ég. Eitthvað B, síðan smá orð og síðan Stein, eða Stein, einhver, enna. Og þessar rannsóknir framkvæmdar hinum megin við Berlínarmúrinn, einhvern mann 50 eitthvað, 60 eitthvað, svo þetta kom í raun ekki ljós á Vesturlöndum fyrir en eftir fall múrsins, skilst mér, en ég held að þessar rannsóknir hafi gerað 60 eitthvað, þá voru þeir sem sagt að rannsaka akkur sumir járnsmiðir eru betri en aðrir. Sem hljómar fáránlega en bara, þú veist, þetta er rannsóknin. Þeir voru sem sagt að rannsaka hreyfimynstur. Og þeir náttúrulega áttuðu sig á því að, þú veist, ok, þeir eru með járnsmið sem er að hamra á eitthvað járn eða plötu eða hvað sem þeir eru að gera, líklegast eitthvað tengt stríði og þeir eru með, þú veist, 100 járnsmið og þeir tjekka, ok, sumir eru góður, sumir eru lélegir. Hvað er það sem aðskilur þá sem eru góður lélegir? Og þeir komast náttúrulega því fyrst að, þú veist, að það er að hamarinn lenti alltaf á sama stað. Þú veist, ég myndi að gera þetta test fyrir pílukastara, betri pílukastari, pílan lendir alltaf í miðunni. Það er augljóst, þú veist, hún er að skapa sömu hreyfingu með hlutnum sem þú ert að manipulata. Það sem kom síðan á óvart var hins vegar að þeir sem voru betri, þú veist, sem þýðir þá að þeir sem hittu oftar með hamrinum á þann stað sem þeir voru að reyna að hitta, þá var meiri fjölbreytni í hreyfingu liðamótana þeirra. Svo að þú veist, olnboginn gerði aldrei það sama á meðan hann var að sveifla. Öxlin gerði aldrei það sama, það var innan einhvers ramma, en því betri sem þeir voru, það er því oftar sem þeir hittu með hamrinum, því meiri fjölbreytni var í liðamótahreyfingunum. Útkoman var hins vegar alltaf svo sama. Svo einhvern veginn 1960 eitthvað voru þeir með, þetta voru ekki high speed camera, en þú veist, þetta voru myndavél sem náðu að taka mikið af römmum í sveiflunum og þetta myndir að sko svo, þú veist, bara farið á, þetta kallast repetition without repetition. Þú veist, það búið til endurtekningu, en þú ert samt ekki að endurteka líkamann, sko. Og pælingin bak við þetta, eins og fólk hefur svona túlkað þetta og akkur í ósköpunum gerir líkamann þetta. Akkur endurteka hann bara ekki nákvæmlega sömu hreyfingu aftur og aftur til þess að fá sömu niðurstöðu. Og þetta er í einhverjum skilningi dálítið svona, þú veist, að því ímyndað er að gera sama átakið á sama vöðvan, á sama stað í vöðvanum 100 sinnum. Sá vöðvar að fara að kvarta, alveg óhag hvað þú ert sterkur. Það er, þú veist, bara dropinn holar steinin. Þetta er svona næstu, ég myndi ekki kalla það varnarmekanisma, en einhver mekanismi allavega í líkamannum til þess að leysa flókin hreyfivandamál, en ekki skemma líkamann á meðan hann er að gera það. Svo þá ertu komin með einhvern, og þú veist, og þetta hefur síðan verið testað, þú veist, ég held ándjús þetta hafi verið testað í pílukasti, ég held ég sé ekki að bulla þegar ég segi það, en þetta verið testað í golfi, spjótkasti, handbolta og það sjáum við bara, þú veist, að hvort þú ert að reyna að búið til meiri kraft eða nákvæmni, því fjölbreyttari sem hreyfingin verður, því hærra verður meðaltalið þitt. Sem er mjög fyndið, sko, að því ég sem eðlisfræðingur, ég veit náttúrulega það er hægt að reikna út bestu mögulegan leiðina til þess að kasta spjóti. Það er til, það er til besta mögulega leið, líka mann kann bara ekki að finna hana. Þú veist, það, svona, já, það. Wow, þetta finnst mér ógeðslega áhugavert. Já, og bara repetition without repetition er svona keywordið sem ef maður vil skoða þetta frekar, sko. Og ná þá meiri árangri í ykkur, hugsalega? Ja, þú veist, en spurningin er bara líka alltaf hvernig maður á að vera að æfa sig, skilurðu. Þú veist, þú vilt fjölbreytta hreyfingu þá líklegast. Ekki bara, þú veist, það virkar ekki fyrir fótboltamann sem alltaf er bestur í fótbolta að spila engan fótbolta og æfa bara allt annað, en það myndi líklegast hjálpa að æfa eitthvað af einhverju öðru. Og maður hefur oft heyrt þetta undirbúningstímabilið, best að skella okkur í Mjölni, best að skella okkur í Primal, best að skella okkur í jóga eða eitthvað þannig. Og oftast kemur fólk örlítið betra út úr því bara því við allt í einu komið fleiri, þú veist, valmöguleika þegar þú hreyfir þig.
þú getur teygt þig öðruvísi í boltan eða, þú veist, eitthvað þannig. Það svona pælingin, sko. Já, algjörlega. Sem tengist aftur inn í range. Þú veist, akkur hjálpaði það Federer að við erum alls konar að því hann gat, og þú veist, og bara vitna í gamalt podcast með þér, hvað sagði Marteinn körfubolta, hann var í fótbolta og körfubolta og hann talaði það að körfubolta þannig voru bara, þú snýrð öðruvísi heldur næri körfubolta og það gagnast honum sem tengist bæði inn á range en líka inn á bara, hann hefur fleiri options til þess að leysa sama vandamálið. Óli Stefán í fótbolta. Nákvæmlega, svo þú veist. Sonur hans geggjaði líka í mjög öfnur í handbolta, hann var í körfubolta, maður sér hann í júník leikmaður á vellinum. Nákvæmlega, svo þú veist, þú sérð þetta nefnilega. Já, þetta er mjög áhugavert, sko. En sem finna þú veist, það gerir samt ekki Tiger Woods velri. Það virkar greinilega líka af gjörsamlega hyper-specialize, sko. Já, algjörlega. Svo þetta er mjög, svarið bara algjörlega, it depends, sko. Það, þú veist, þú getur eiginlega ekki svarað þessu. Heyrðu, ímyndar að vera ekki hægt að dæma þig, hún gæti svo frá einnig skoðun sem gæti verið túlkuð sem óvinsæl. Var ég ekki að segja hana með Þú sagðir einhver óvinsæl skoðuna, hvað var eftir? Það er ekki til neitt sem heitir léleg hreyfing. Já, það er rétt. Það er ekki til neitt sem heitir rétt hreyfing. Já, rétt eða röng, þá í raun, skulu, það er bara hreyfing svo ræði við ekki, sko. Við erum búin að taka það fyrir, svo ég skal pæla einhverju öðru. Já. Jú. Einn kominn bara. Lærði það í eðlisfræðinni, maður þarf ekkert alltaf að segja eitthvað strax, sko. Maður máli bara að stoppa og hugsa og síðan kemur kannski eitthvað. En jú, það er einn kominn. Það er sem sagt, þú veist, það geta allir lært allt, basically. Eins og sem er aftur 80-20 regla, eða 20-80 regla, skilur. Það, þú veist, og ég tengi þetta svo rosalega við í raun sko ég ætla að segja öll sviði lífsmíns en þú veist ég er eðlisfræðingur sem ákveður að vera styrktar- og leiðlingaþjálfari og eiga sín eigin líkamsræktarstöð og ég get tengt þetta við í raun bæði sko því það man svo eftir því þú veist að ég hef alltaf verið góður í starffræði það bara ég var í 3. bekk með einhvern svona blá þetta er svona fyrsta minning mín að hafa haft gaman að starffræði blá margfeldismappa stefnum á margföldunum einhvern svona sjóræningi framan og ég var að læra margföldun og mér fannst þetta svo gaman að ég bara settist niður og ég kláraði bókina og mér fannst bara ekkert meira bara skemmtilegra heldur en það því ég var bara 7-8 ára að sitja og margfalda tölur saman og mér fannst þetta bara magnað að þetta veri hægt svo ég hef alltaf verið bara góður í starffræði og bara ég hef ekki þurft að hafa mikið fyrir því þú veist ég var ára undan og í starffræðinni og þú veist lærði í raun mjög lítið og bara gekk alltaf vel og svona þannig sko sem ég skil að það er ekki allir þannig sko en fekk samt oft viðmótið var sko en já en þú ert svo góður í starffræði það er eins og þessi meðfætt sem var sko, ég ætla ekki að segja að það fyrir afsökun fyrir því að fólk ætlaði þá ekki að læra starffræði en það notaði það samt til þess að reyna ekki það er bara já, ég hef aldrei verið góð í starffræði ég er ekki starffræði típa, ég bara get ekki lært starffræði og síðan kemur það sama núna þegar ég byrja að hreyfa mig, þú veist, ok, ég bara fyrir 8 árum, þú veist, náði ekki tærnar á mér hafði aldrei prófað að ævina að standa á höndum og í dag, þú veist, fer sko í splitt og spíkat á stólum, þú veist, upphækkað skilur, ég er ekki flatur á gólfinu, ég fer upp fyrir gólfið sko, þess að ég splitti og allt það og þú veist, ég hef vel upphitaður sett sko báðar stóru tærnar í ennið á mér með bein hné og bara einhver svona þvæla í liðleika sko en ég hafði bara aldrei prófað það fyrir 28 ára aldur eða 26 ára aldur svo bara þar og þá bara var ég góður í því en þá segir fólk en þú ert svona leður típa bara ekki, nei, bara spurðu ég veit að Arnór Sveinn Aðalsteins þessi vinnuðinn, spurðu hann bara ég var stífast í gagn í flokknu og það er nefnilega svo góð dæmi með starffræði og liðleika, þetta er allt sem allir segja bara ég er ekki þessu já, og starffræði og liðleika er bara eitthvað mínun já, það er svo algengt líka ég veit það en síðan líka bara standa á höndum bara geta allir lært að standa á höndum, já geta allir orðir, þú veist main hand balancer í Cirque du Soleil, nei rétt eins og að geta ekki allur orðið Einstein eða unnið Nobelvelunin eða eitthvað þannig, en það geta samt allir lært starffræði, það geta allir orðið eitthvað liður og það geta allir lært að gera allt í raun sko. Þannig þú getur basically ekki afreika hvað sem er, en þú getur lært á hvað sem er það er raun hugmyndin sko. Og fólk kannski réttlæti það að læra ekki neitt út af því að það verður aldrei það besta sko. Já, ég verð aldrei jafn góður og bara vera bústu með góða smá og helgi að standa á höndum
og þess vegna... Já, og þess vegna ætla ég ekki einu svona að byrja. Nei, af því að ég ekki sem standu höndu típa. Eða bara öfugt, þú veist, ég var aldrei að góður Messi í fótbolta. Áttið þú þá bara að hætta í fótbolta þegar Messi kom á sjónarsviði? Ég held þú að vera að lýsa, sko, hefur heyrt gróskuhugafar og föstuhugafar? Já. Mér fannst vera að lýsa því bara með þessu starffræðin og liðleikann, því ég er búin að lesa mig mikið til og svona. Það einmitt þetta að hvort þú trúir eða ekki á getur bætt því sem styrjum með góðskuhafari trúið að geta bætt hæfileikana sína, hæfnina eða jafnvel gáfuna sínar. Einmitt. Þú veist, og maður lítið að beita hvort þetta bæta gáfuna sínar. En þessum er festuð á að trúa að þau bara fættust með eitthvað og get ekki orðið betri í einhver, ég er ekki sem starffræði týpa, ég er ekki sem liðuga týpa. Þessi tvö mismöndu undirliggjandi hugafur sem fólk er mismeðvitað það geta haft svo mikil áhrif að mun ég reyna við það að standa á höndum. Mun ég vilja fá endurgjöf frá þjálfara til að bæta mig? Mun ég leggja á mig til að ná þessu og ef ég myndi ekki ná þessu fyrsta skipti mun ég halda áfram. Og þarna er það sem gróskuhugafari tekur inn, ef maður trúir því að maður getur bætt sig, þá mun maður gera það, ef maður trúir því ekki, þá er maður bara hægt við fyrsta hindrununa, sko. Svo líka oft svona, þú veist, það er eins og fólk gleymi sko vinnunum sem hefur farið í það. Ég er með doktorsgráðu í eðlisfræði og þú getur sagt mér hvað svarthol eru og ég vil spyrja þessu spurning svo ofta ég á hana bara í heilanum skiluru en þú veist, ég hefði líka getað sagt að þú veist, svarthol eru bara ein tiltekin lausn á 16 ólínulegum annars til diffurjöfnum sem heita Einstein-jöfnunar en þú týndi mér bara strax í byrjun skiluru svo að þú veist, svo við sjáum líka þú veist að, og bara til þess að skilja þessa setningu sem sagði þarna í alvörunni sko, ekki bara skilja að ég sagði diffurjafna og eitthvað svona dót, heldur actually vita hvað ég er að tala þá þarf 5 til 6 ára háskólanum. Nákvæmlega. Svo að þú veist, það er ekkert skrítið að fólk skilji ekki svarthol. Nei. Eða kláraði starffræði 103 í menntaskóla og gaf sig hann upp. Nákvæmlega. Tíma og effort og svo að þú veist, en sem er samt svo fyndu og þetta kemur, ég held að þetta sé alltaf ég held að það sé Einstein sem á að hafa sagt þetta svo ég vitni bara Einstein fyrst ég talaði það á hann sko. Þú veist, ef þú getur ekki útskýrt eðlisfræðina í hans tilfelli fyrir sko, ég held að hann hafi sagt sko, þjónustustúlkun á barnum þá skilur þú ekki eðlisfræðina þína. Mér er líka að vera einhvern tímann allan svo eitthvað kvót með fyrir ungu barni, fyrir ungu barni, 5 ára krakka, 6 ára krakka, það er til svona 10 útgára. Þess einfald að þú ert á með svartholi. Nákvæmlega, þú veist að ég veit ekkert hvað, þú veist, ég veit að þú ert doktorsnám í sálfræði, en ég veit ekkert hvað á kant mikla starffræði. Ég held að þetta sé lykillinn sko, einfalda hlutin eins mikið maður getur og líka eins og þú ert búin að vera það er eitt líka að vera rannsakandi og geta rannsakastöð og annan geta miðlaði sko. Nákvæmlega, bara 100%. Það er hinn hengur, benna penningunum. All right, síðast spurningin, ef þú mættir einungis koma einu skilabóði á framfæri út lífið til annar einslíka, hver er svo skilabóð? Það er mjög fyndið sko, það var svona, ég ætla ekki að segja þetta verið sko contradiction við það sem ég var að segja síðast, en það er í raun að hreyfðu fjölbreyttar. Svo ég var að segja allir getur orðið góðir í einhverju, núna er að segja vertu frekar jack of all trades sko, master of none. Þú veist, ef þú ert orðin fínn í að spila fótbolta en það er ekki atvinnaðinn, það myndi líklega að gagnast þig meira fyrir sko restina af lífinuðinu að læra núna að dansa. Fyrir overall heilbrigði. Bara overall heilbrigði. Bæði geðheilsu, af því það er aftur þú veist örugglega meira en ég en eina fáu leiðunum til þess að búa til nýjar taugabrautir í heilanum er að læra nýja hluti. Já, nákvæmlega. Svo ef þú ert alltaf bara að sparka í boltan ég er ekki að tala við þig sko. Þú veist bara með hvað sem er skilur bara þú veist, bara hefur þú alltaf verið að lesa fantasíubækur svo ég tala við sjálf mig, ok, fara og lest núna íslenska krimma. Já. Þú veist, eða hvað sem er skilur eitthvað, þú veist, bara lærðu nýja hluti. Þú veist, bara að því að það þú munt oftast læra eitthvað nýtt á því augljóslega, en líka þú veist geta tengt það kannski við eitthvað annars sem þú gerir sko. Talaði mikið það í reynd það var mikið af hugmyndum lausnum af einhverjum vandamálum komu úr allt annari átt. Þú veist, ég man engin dæmi eins og en hann tala mikið þú veist, vísindamenn sem er að rannsaka eitthvað og sumt meira í stjörnumfræði til dæmis það sem er að reyna að leysa eitthvað vandamál og lausnin kom úr bara einhverju allt öðru sviði vísindana og bara fyrir tilviljun, það var bara líffræðingur að labba fram hjá töflu sem einhverju stjörnufræðingar höfðu verið að krota á og sér bara einhverju lausn eða eitthvað þannig skilur sem að hinir sá ekki af því þeir voru bara að horfa frá það og frá vitnum sem sjónarhorni sem er náttúrulega sjónarhorni þeirra þeir eru búin að grafa sig algjörlega inn í það sko. Minnstu sem þeir líta á hlutina og
sem samt erfitt af því það líður öllum rosalega vel í hólunni sinni. Já, og það sem ég ætla að segja líka, því eldri sem við verðum, því erfiðara verður fyrir okkur að læra eitthvað nýtt. Alveg 100%. Sko. En þá getum við líka snúið við, það kannski það að verða gamall? Að geta ekki lært nýja hluti? Já, ef maður lærir nýja hluti, maður ekki... Þá er maður ungur. Þú veist, ef maður hugsaður það þannig, sko, þú veist, ég veit það ekki. Þetta verði markmiðið manns, eins og ég fekk hérna hér unnstinn svona í spjallindaginn og hann talaði að besta vinnan sem hann hefur gert mest fyrir lífið hans var hann að breyta skápi sundi. Já, nákvæmlega, breyta skápi sundi. Já, bara ekki vera gamli kall sem fyrir á stæði. Legði hann að stæði. Það ég veit ekki allan gamla kallinn sem að hérna, bara, Já, það er bara bóksaður og... Og bara eitthvað svona, þú veist, það þarf ekki einu svona flókið, sko. Bara, þú veist, eins og ég segi, þú veist, ég læri að standa á höndum og kynnist þar alveg fullt af einhver sirkusliði sem þeir eru búin að einna því lengi, þá bara, herru, núna langar maður að læra að juggla. Já. En ég ætla samt ekkert eitthvað að læra að juggla 100 boltum eða, þú veist, 7-8 er svona, þú veist, það er cirka sem að fólk fer upp í þegar það er komið mjög hátt. Bara 3-4, það er bara nóg. Þú veist, ég vil alveg læra að klifra á stóra ástæðu af hverju ég kenni mikið að klifurfólki, sko. Mér langar að læra að klifra en ég ætla samt ekkert eitthvað að vera einhver keppandi í klifri. Nei, nákvæmlega. Það bara, þú veist, og... Það þarf ekki að koma í veg fyrir að maður fari í klifri. Það Nei, nákvæmlega. Bara einhver, þú veist, maður er að gera þetta þegar þetta er gaman og gerir manni gott og... Já, og ég vona að fólk, þú veist, áttu sig á því að, þú veist, við erum gerð í raun til þess að hreyfa okkur og þá sérstaklega fjölbreytt, sko. Og það er aftur svo, ég veit nýja annað gamalt podcast með Arna Pétur sagði mér þegar hann var að tala Born to Run. Það er eiginlega Born to Move, sko. Sem, hlaupur partur af því og stór partur af þróunarsögun okkar af því að við þurftum af því að við hlupum. Þú veist, við vorum abar sem að fórum út á sléttuna til þess að leita okkur matar og allt það, sko, og forða okkur frá hættum, sem þýðir að mjöðminn og okkur aðlagaðist uppréttir stöðu, sko. Því ekki að vorum born to run, en vorum born to move. Born to move, þannig að læra eitthvað nýtt. Læra eitthvað nýtt, það er númer 1, 2 og 3 myndi ég segja. Mér líst vel á það, ég ætla að fylgja þig. Takk kærlega fyrir að koma og gefa þér tíma í hlaðvarpið. Takk fyrir að hafa mig. Og fólk getur fylgst eitthvað með á Instagram. Instagram, Helgi Freyr og Primal Iceland og bara, já. Og kíkja, ég þarf nú að kíkja til þín eftir. Já, ekki. Kom í smá Animal Flow og ég held við setjum eitthvað upp á þann. Herru, takk kærlega og gengið vel. Takk.